Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, heyrðu, það komið tími að fara í leikhús og ég var sendur í leikhús á föstudaginn síðasta á frumsýningu á óperunni 100.000 sem var stórmerkileg sýning. Og hingað eru komnir hluti af aðstandendunum. Það Þórunn Greta Sigurðardóttir sem tónskáldið og Herdís Anna Jónasdóttir, sópran, sem fer með öll hlutverkin. Og Salvör Gullbrá Þorvaldsdóttir, leikstjóri. Verið velkomnar. Takk fyrir. Svona því ég tek eftir því að þið eru allar konur, þetta svona kvennasýning, eða ekki? Jú, þetta það sko. Það einn kallmaður í hópnum, er það ekki? Nei, tveir. Hljóðfæraleikarar. Ilmur og Frank. Já, en í listamannateyminu einn, sko. Stelputeyminu, sko. Þetta kvennaverk. Og svo textinn eftir Kristín Eiríks, skáld. Já, akkurat. En bara því að ég nefndi þetta hana með kvennasýning, hvernig það, þessi kvennasýning, fyrir það að þið séu konur? Sko, þetta náttúrulega svolítið mikið kynslóðir kvenna, þetta fjallar þrjár konurinn, eða þrjár personur sem Dísa túlkar allar konur og það móðir, dóttir og drottning sem eru ákveðin móðir, ákveðin dóttir, ákveðin drottning, en samt að einhver leiti getur verið svona eins og svona erkitýpur kvenna, út í samfélaginu. Þannig að ég myndi klálega að segja, að textin ég tengdi mér mikið við textan. Úr kvennaheimi, kvennaheimi. Þó að séu stéttaskipting og alls konar hlutir þetta? Já, það var samt svona, það stéttaskipting sem konur eru mjög meðvitaðar það ég meina drottningin í þessu verki svona samtíma drottninga einhver leiti, ég sé hana pínlítið eins og svona þessa svona ofurríku konu sem mjög aftengt konunni á sem að skúra, fara að borga fyrir að skúra gólfin eða keyra leigubílinn eins og í þessu ævintýri. Já, hvað segir þið? Já, það svona einn af útgangspunktunum getur sagt, bara frá byrjun, þegar við byrjum bara í hugmyndavinnunni einmitt þetta svona samband okkar og viðhorf gagnvart vinnu og vinnuafli og sem sagt út frá þá í samhengi við alþýðuna eða sem sagt almenning að bara hvað sjálfsmynd kvenna getur verið djúpt tengd því að afkasta eða vinna eða vera dugleg var ég hef svona oft hugsað Charlotte Böving, leikona, hún skrifaði einhvern pistila sem hún talaði að vera duglegur fasismi á Íslandi. Þetta svona það þetta svona þetta samband við afköst einhvern veginn og bara vinnu siðgæði yfir höfuð og svo kemur sem sagt þetta sem Salka myndist á í drottningunni vinkillin á aftenginguna síðan við hvaðan allt þetta upprunni, ég meina við erum öll einhverjir hamstarar í hjólum atvinnulífsins og til þess að eiga meiri pening til að kaupa okkur dót sem og hver bjóð það til og hvaðan það komið og upprunnið og hvar endar það einmitt og svo framvegis og þessi endurspegluninn í drottningunni á það bara algjöra aftengingu við þessa þætti. Á meðan móðirinn sér bara sæng sína uppbreyta ef hún þjónar þessu ekki, En svo þessar konur líka allar fastar í einhverju kerfi sem að það eiginlega og sérstaklega dóttirinn bara sér engar leið út úr því eiginlega
og þetta er líka tengt þessu þá að þessu kynnslóð eftir kynnslóð er þetta sama upplifun. Þetta er svona þessi áfallasaga kvenna sem er mitt búið að vera rannsaka. Og hún er rakin hana í marga ætliði. Já, akkurat. Eða í einsetning á ætlið. Já, akkurat, nákvæmlega. Já, í kvenleik. Já. En móðirinn er að líka að kúa dótturinnar svolítið. Það er hérna svona dætra mæðra söngur hérna. Já. Sem að móðurinn veður inn á dótturina og hefur endurlösa skoðanir hvað hún eigi að gera. Bankar ekki. Og bankar ekki fyrir hún komin inn. Einmitt. Sem er klassík, hefur ekki? Stundum þarf bara aðeins að berja hann í gang. Já, dótturina. Já, því að þú veist, hún í rauninni, þú veist, ég held að móðurinn í þessu verki, hún lítur á svona sem sitt hlutverk að viðhalda þessu kerfi. Hún lítur á, ekki, þó að hún sé ekki að blómstra eða líði vel eða þú veist, í því, þú veist, þá lítur hún samt á sem sitt hlutverk að viðhalda því og koma dótturinni inn í það, þú veist, að endurtaka það sem að móður hennar og móður hennar og móður hennar gerðu, þú veist, þannig að það er ekkert svona, það er enginn sem brýtur þá hringrás, sko, nema kannski dótturinn, þú veist, það er svona, opið í endan hvort að Einmitt, ég held líka sko mamman er að því hún heldur kannski að dóttirinn geti komist lengra ég á barn sem er betra en þitt og hún vill meira fyrir dóttur sína en er samt bara að viðhalda þessu sama og vill ekki leyfinni að komast, þetta er einhver rosa pressa innan í henni held ég, það er eins og hún má ekki, barn er betra en ég en það má samt ekki vera það sem ég held að maður tengi við, þú veist, að því það er það er oft tala þú veist, hvernig konur, þú veist, koma fram við aðrar konur og kúa aðrar konur, þú veist, það er alveg hluti af þessari stéttaskiptingu og það er alveg hluti af þessari, þú veist, kúun kvenna er hvernig við viðhaldum, þú veist, líka Akkurat. Því kerfi. Þannig að þú veist, mér ást það líka einhvern veginn áhugavert. Það er ekki líka bara eins og Bjartur, þú veist, sá sem er kúaður í stóra heiminum, hann er kúar í litla heiminum ef hann kemst upp með það, sko. Nákvæmlega. Og móðurinn er náttúrulega kúarinn og drottningin í Unglingarvíkinu. Já, akkurat. Akkurat. Það er ekkert afl verra sem getur labbað inn í þær byggja heldur en móðurinn. Já, akkurat. Já, hún sér ekki svo er þetta líka sko ég sé það líka þannig að hún sér enga aðra leið sko, hún er svo hrædd við að stíga út úr því að því að bara hvað gerist ef við borgum ekki hvað gerist ef við eigum ekki pening allt í einu bara, við verðum bara borðnar út já, það sungjum það já. Þetta skiptir máli, þetta er allt öðruvísi ef að drottningin væri kall að þá fengi þetta allt aðra merkingu. Já, sko. Eða allt annan svip og tón. Já. Og sjónarhótt. Það hefði myndi breyta öllu. Það myndi breyta öllu. Já, það er allt öðruvísi. Já, það er allt öðruvísi dýnamík, þú veist. Karla kúa konur eða konur að kúa konur. Já, það er náttúrulega bara ein karlpersona í þessu verki, það er prins sem að er ekki sem svona, eða þú veist að hann er reyndar kemur aðeins við sögu í verkinu en hefur ekki beint rödd sko, en hann er samt svona í þeirri stuttu sko, alveg hann sést hann sést, en í þeim stutta hluta sem hann fær, þú veist, þá er hann eiginlega svona hann er svona objekt, þú veist, sem er dáður, þú veist, af drottningunni, þú veist, þannig að, hann er svona tákmynd, sko, og þannig að það er, En finnst þið ævintýri, er þetta ævintýri? Er þetta, það er náttúrulega sena í lokin þar sem að dóttirinn er í brúðarkjól, en þetta er svona þyrnirús, dóttir leigubílstjórans giftist. Já, hugmyndin er sótt í, Grímsævintýrið spunakonuna 3. Það er og þaðan koma þessar pælingar öfurlega, það sem að það ævintýri hefst bara á þýsku er það bara es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen, það var einu sinni stúlka sem var löt og hún vildi ekki spinna
bara, það fer bara svona stað, því líkt hneyksli náttúrulega. eins og gjarnan í þýskum ævintýrum. Já. Það fer ekki vel fyrir þeim sem eru latir þar. Nei, auðvitað, siðferðisboðskapurinn náttúrulega bara ofbeldisfullur í öllum þessum ævintýrum og þjóðsögunum og við þekkjum þetta alveg í öllum þessum, eða öll þessi minni, en þar sko, það sem að mér fannst svo spennandi við þetta ævintýri samt í rauninni að það alveg hægt að lesa það á þann hátt að sá sem eða sú sem að löt standi uppi sem einhvers konar sigurvegari en við fórum aðeins lengra heldur en það við náttúrulega og við sækjum hugmyndina bara þangað þetta bara svona kveikja og í rauninni konsept og Þeir eru ekki trúverkinu? Nei, við erum það ekki við erum bara að sækja hugmyndir þangað og og velta fyrir okkur einmitt hver eru tengingarnar bara við samtíman í þessu verki og ég meina það sem við hugsaðum í samhengi við drottninguna meðal annars er bara raunveruleika sjónvarp og áhrifavaldar meðal annars og fórum bara inn í Þetta er mjög nútímalegu texti orðfærið og vísanir og það allt er bara beint úr strætó. Já, það líka, þú veist, að því að við hugsaum að því að við vorum að vinna með þetta ævintýri og svo einhvern veginn á sama tíma, þú veist, það er svona áhugavert að pæla hvað hlutverkis ævintýri þjóna sem einhvers svona siðferðisboðskapur eða þú veist að reyna að kenna, ég alltaf að lesa Rauðhettu, eða þú veist, dóttir mín vill heyra Rauðhettu, bara næstum okkur í kvöldi sem mér finnst eiginlega sko, svona frekar erfitt af því það er allt svona, það snýst að þú veist, Rauðhetta átti ekki að fara út af stíknum og átti ekki að fara út fyrir línundar og ekki tala við ókunna, þú veist, og ég meina Öskubuska og svo dugleg og hóværi rauninni, henni launað endanum og þú veist, og í Spunakonunum þá þetta samt ógeðslega áhugavert út af því að þá er stúlkan löt hún fær einhverja aðra til að spinna ullina fyrir sig vinna fyrir sig og hún fær svona þessa áskorun frá drottningunni ef þú spinnur alltaf þessa ull þá færðu það að giftast prinsinum sem náttúrulega æðsta takmark sem getur hendkonu eða fengið Já, nefnilega, það eina leiðin til þess að færast upp stétt það er ekki til ævintýri þar sem einhver kona vinnur sig upp á toppin sko. Þú veist, nema að fá einhverja svona að giftast einhverjum prinsi sko. og ævintýri enda yfirleitt þannig og já, við vorum að hugsa þú veist, ég var eitthvað að pæla mjög mikið í raunveruleika sjónvarpið þegar ég man ekki alveg hvar það byrjaði en það var einhvern veginn það þú veist, að raunveruleika sjónvarpið snúast eiginlega líka þetta, þú veist, það er kannski svona ævintýri samtímans að þú ert venjuleg manneskja og svo færðu einhver áskorun og allir eiga að horfa á þig leysana og þá færðu og þú fær verðlaun og lífið umbreytist ef að þér tekst að klára áskorununa þannig ég held að þú veist, það sé ekkert frá tíma Grímsævintýrana þó að við séum ekkert endilega kannski, ég veit ekki ég held að þú veist, öll börn samt fá alveg að heyra ævintýri ennþá og allt þetta þú veist, þó að þau lifa alveg en þú veist, ég held að þetta sé svona ævintýri nútímans eða þessar umbreytingar þar sem að þú færð eitthvað tækifæri þú ert alltaf að býja til því sem er svona almúgin þú ert alltaf að býja til einhver komið með tækifæri og svo sér einhver Simon Cowell þig og já, nákvæmlega og verð framgang og við sem almúgin, þú veist, akkur eigum við að mér finnst áhugavert að pæla í þú veist, hver tilgangur þeirra hvað almúganum það til þess að almúgin sjáu þetta og hugsi, já, þetta gæti orðið ég, þú veist, ef ég bara held mínum gildum og ég er rosalega dugleg og rosalega hófær, þá kannski mun einhver taka mig upp á götunni og gefa mér áskorun sem ég mun leysa með glæsi brag og fá að giftast prinsinum. Uppgötan á kaffibarnum, þetta var eins og ég sagt, sko. Akkurat. Það er kynslóðin sem er kannski 1-2 undir mér. Já. Þetta eru hömulega örlög, það var eitthvað gamalt poppari sem sagði það að þeir sem að slá svona í gegn, þeir fá fræðin en engan pening. Já. Það er ekki hægt að, það er ömulegt ástand. Það er sérst að vera svona ædolstjarnaði en að slá í gegn, þú verður frægur en þú átt ekkert sem að þó popparandi gömlu kannski eiga.
Já, en það Þetta dótturinn. í amerískum heimi, í íslenski poppar ekki. Það Já. rýma náttúrulega við dótturina. Dótturinn náttúrulega, já. Já. Hún ekki með hamingjusemi í endan. Nei. Hún kemst að því. Hún fær þetta allt upp í hendunar. Já, Hvað en engin breytist? gangur nógu langur Nei, og ekki herbyggin nógu það er- stort. Og til að- stúlkurnar eru ekki mjúkendar og Já. sem klæðana og Já, einmitt. þannig að, já, er þetta góður endir? Ég veit það ekki. Raunsannur. Já. Herðu, hvernig er þetta búið til? Hérna, eru þið að semja tónlistina og textan samtímis? Já, það var í rauninni svolítið markmið hjá okkur að prófa það. Við Kristínu höfum unnið saman 2 sinnum áður og þá í bæði skiptin hérna þá hef ég komið svolítið inn í þetta svona þegar allt er tilbúið, þegar textin er tilbúin en svo kviknaði þessi hugmynd að okkur langaði til að prófa að frumsemja saman og hérna Og hver er munurinn fyrir þig? Hafði áhrif á músíkina? Er þetta öðruvísi músík? Ég held að hafi aðalega haft áhrif á já, ég náttúrulega vona að ég sé ekki að endurtaka mig mikið. Ég held að við séum ekki að endurtaka okkur mig mikið núna. En hérna, það hafði áhrif á nálgunina og sköpunarferlið, tölverð. Ég hef aldrei skilið svona mikið rými eftir til dæmis fyrir samsköpun og spuna og var að prófa það bara í fyrsta skipti að skilja eftir áður en æfingatímabil hefst töluvert rými fyrir hérna mótun og samsköpun. Þá fyrir hljóðfæralekarana, hvernig eða fyrir söngvarum? Fyrst og fremst, en samt við vorum búin að vera, ég vil nú alltaf vera í miklu samtali við ef ég er að semja fyrir rödd, sérstaklega við söngvarana, en og yfir höfuð flytjendur þegar ég er að semja svona, mér finnst voðalega gaman að klæðskera sniða alveg ofan í flytjendur, mér finnst það mjög gaman. Og það hljómaði þannig eins og það verið bara sniði fyrir hana sko. Það var ekki bara eðlilegt hvað þetta var sko bara þetta var bara mann veist þetta stórkostlega framist það. Já, það var bara salmón í hálsinn á mér. Já, alveg mögnuð og hérna og einmitt þó að ég hef oft hugsað líka þetta, hérna, núna er þetta farið að hljóma eins og þú farir svo létt með þetta sko, en þetta er nú ekkert auðsungin tónlist alltaf á öllum köflum og hérna, þetta er alveg þannig tónsviðið er alveg þannig smá í báðar áttir og svona en hérna, já, ég myndi segja að þetta hafði það að fara saman í hugmyndavinnuna og leggja stað þannig hafi einhvern veginn allavega þá fannst mér ég ekki ég vildi einhvern veginn meira af þessu, ég vildi meira af samtali inn í ferlið allt og fannst ég einhvern veginn hafa þörf fyrir að gera einhverjar meiri tilraunir í vinnuferlinu sjálf. Og leyfa því að gera sem að verður til þegar maður er að vinna með öðru fólki, eða ekki? Já. En þessi hljómsveit sem er nú eiginlega bara Yfirnáttúruleg. Klarinett og svo bara eitthvað drasl. Þetta er það er rafmagnsharpa. Já, það er náttúrulega, hún var ein áskorun. Ég hef unnið töluvert með Frank og Katie, þau mynda hérna dúó harpverk saman og þau voru bara áhrifavaldar í rauninni hérna og hafa bara á íslenska samtímasennu sko í tónlist þau voru bara fyrstu samstarfsaðalar mínir fyrir utan skóla bara í hérna þegar ég er að prófa mig áfram bara og hérna þannig að ég hef unnið með þeim tölvert mikið áður og hef þá alltaf skrifað fyrir bara akústíska hörpu, petalahörpu en svo hérna
var Katie búin að fá sér þessa græju og kynnti okkur bara fyrir henni og við vorum bara á fyrsta svona workshop í Slagverkskjallaranum í Hörpu og þar sem við fundum líka til allt þetta þar vorum við Plastnum í dótakassa. Það bara svona ímislegt dót, svona auka dót sem að slagverksleikarar eru oft með sem býr til vind og býr til einhverja svona skrýtna takta Já, og við vorum líka svolítið einmitt, og vorum líka svolítið að hugsa að reyna að hafa sem mest úr plasti við vorum að svona plastdót. Já, við erum svolítið, það svolítið mikið gerfiefni í þessu. Þetta svolítið bleikt og gerfi. Já, af því að hún talar líka þú veist, hún kemur inn með drastskúfur fullar af litlum plasthlutum sem enginn veit hvaðan komu. Segir dótturinn bara svona hennar fyrstu. Hver á ekki svona drastskúfu heima á sér? Já, með plasthlutum. Já, ég held einmitt að þú veist, það sé svolítið, gefur verkinu svolítið mikið að vera að vinna með þú veist, í tónsmíðunum, þú veist, það líka svona mjög mikið konsept einhvern veginn hvernig hljóðfæravalið þú veist, hvaða hljóð koma og einmitt þessi litlu hlutir sem að þú veist eru notaðir þegar að dótturinn talar litla hluti, þú veist það svona, ég held að það er öðru séu þetta hefði allt verið samið svona alveg verið bara tilbúið lengur fyrirfram og Það lítur að vera öðruvísi að syngja með svona hljómsveit sem að stundum bara eins og bara, eitthvað svona grind eða eitthvað, í samanburði að maður sæði fyrir sér bara heila. Þetta ferli var bara allt óvinnlegt og öðruvísi heldur en ég á að venjast, en það var alveg ógeðslega skemmtilegt og mjög forriðnilegt og ég man ekki að verða ár síðan við hittumst á svona workshopi til að pröfa og þá var Þórunn Greta líka, þá var ég komið texta og þá var hann að fá mig til að syngja svona og hins einn, prófa meira Wagner og alls konar bara til að, þá var hún bara að kynast mínu hljóðfæri. Við tóku upp og fórum með það heim og svo, þetta búið að vera mjög forvitnilegt og ég fekk líka taka þátt í að vera búið til spunavélar úr þessum hljóðfærum í Slagverkskjallaranum. Þannig að við vorum svolítið að leita að þessum hljóðheimi saman sem Þórunn Greta setti svo niður á blað og setti saman, en það var alltaf ógeðslega skemmtilegt, en jú, ég var stundum alveg pínulítið lost líka, en það er bara partur af þessu. Já, svo röddin er bara, hún er einhvern veginn svolítið svona framalega í þessu, eins og kannski stundum í óperu, og mér finnst það mér finnst bara margt í þeim laglínum minna mig bara á það sem ég hef heyrt bara í óperum, og meðan að undirspilið var kemur einhvern veginn úr svona öðrum heimi. Það fannst mér röddin vera raunverulega bara klassík. En ég er ekki að tala séð gamaldags, hún það hefur ekki gert áður. Hún er melodísk oft, hún verður oft melodísk. Ég var svona svolítið, þarna var líka kannski svona búa til svona, reyna að draga fram einhvers konar einkenni eða bara hvers og eins karakter fyrir sig og það er kannski mitt og hugsunin var sem sagt allan tíman sérstaklega í öllum köflunum þar sem móðurinn kemur fyrir að þá svona fer ég ekkert rosalega langt kannski frá bara svolítið þulunni bara og svona hugsaði með svona rockin og þetta svona eða og oft í svona handverki hjá konum að það er eitthvað svona taktfast og svo svona þetta svolítið það er líka alltaf í textanum maður getur bara fundið þegar maður lesa bara án tónlistarins einmitt og það komur svona ákveðin element náttúrulega þaðan og þetta var líka svona ákveðin marki meðvitað frá grunni áður þannig að við vorum svona við lögðum svona svolítið upp með það að þarna væri svona svolítið þessi vél einhvern veginn alltaf gangandi þú veist, sem að bara hættir ekkert og að hvernig er hægt að vinna með það í hljóðheim og mér finnst líka mjög gaman að vinna með hreyfingar í samhengi við tónlist að því að oft bara ef ég bara geri svona hreyfingu þú heyrir á endanum taktin þú veist
þó þú heyrir ekkert hljóð. Að, svona, mér finnst gaman að vinna með þetta getur, og það það sem er skemmtilegt við leikhúsið og að hafa hljóðfæralekarinn svona sýnilega, þeir ekkert onni grifju eða til hliðar eða neitt þannig. Þeir bara... Líka því það ekki tilgrifið þarna í þessu línu. Ég hefði aldrei haft á í grifju. Nei. Herðu, en það náttúrulega, það 3 persónur í þessu, en þú skrifar þetta allt fyrir sömu röddina og samansöngvaran. Hvað það? Já, ég búin að vera að spyrja þessu ansi oft. Hvað þetta í mér að gera einleiks óperur fyrir söngkonur? Margratta og marglaga. Já. Mér finnst það bara eitthvað ótrúlega spennandi við það. En þá þetta, ég meina þetta ópera, en maður hugsa svo býtu, ég geti alveg bara konsert. Bara konsert fyrir sópran og hljómsveit. Þetta geti verið vísnasöngur. Þetta getur verið eitthvað svona... Ópera getur verið svo margt. Malir, það getur verið malir bara þú veist, fulla hljómsveit og söngur. Ljóðaflokkur. Já. Þetta er raunverulega, þetta bara ljóðasöngur. Ljóðaflokkur, já. Þú getur bara farið og þið getur bara sett þetta upp annar staðar og sleppt búningunum og kandiflósfjölinni og þá þetta bara ljóðasöngur. Eða hvað? Ég spyr eins og Björn. Það alveg allt hægt, sko. En... svo bara, einmitt. En svo þetta einhvern veginn, en svo líka eins og með þessar 3 persónur, þú veist, mér svo skemmtilegt að sjá, við hefum getað verið til þess með 3 söngura eða 3 leika, eða þú veist, eitthvað og tónlistin hefði verið öðrísi reyndar, út af því að þetta allt samið onni í dísu. En þá hefði líka orðið til sem oftur í óperum sem persónur syngja móti hver annari. Þetta eiginlega bara aríurnar út í sal, sko. Já, nákvæmlega. En það einmitt líka svolítið þannig í óperu, manni finnst oft fólk vera að koma, eða þegar ég hef séð óperu, þá finnst mér oft eins og það séu bara svona mónulókar, en þú veist, mér finnst oft þessu óperusöngur ekki verið það. Það er það sem er dásarætt við óperu, og þegar bara er sungið innan með hjartanu í salin og hitt liðið þannig í sögunni er eiginlega, sko... Það bara hlustar á meðan. Já, mér finnst það dásamlegt og ég er alltaf að bíða eftir óperu að koma eftir, sko, af því að ég held þetta sé bara tjáningamáti sem vantar. Hún að koma aftur, sko, þegar við erum með þessa óperu og hún náttúrulega, nú mæta allir á hana og það er sko 2 óperu í gangi í Þjóðleikhúsinu núna og svo á að setja upp þjóðaróperu sem að ég tjá mér ekki út af þekkingarleysi, ég veit ekki en það er mikil gróska í gangi, það eru margir grasrótarhópar það eru margir grasrótarhópar og það var bara komið tími til bara þegar ég var í framhaldsnámi fyrir framhaldsnám 2011 bara svona alveg orðin frekar gömul þegar ég fór að þá átta ég mig á því bara að það er búin að vera 10 ár þar á undan var bara búin að vera gríðarleg gróska í samtíma contemporary music theater, bara svona samtíma tónleikhúsi í Evrópu bara sem var bara mjög spennandi og ég henni bara svona, átta mig bara á þegar ég byrja að sækja viðburði. Svo líka held ég að sé að því að þetta með að persónan talið sitt innra líf út í salin. Mér finnst fundið sko í sömum uppfærslum sko leikrit vilja vera þarna. Til dæmis mjög ábyrjandi í Eddunni og Þorleifi. Sem var eiginlega bara ópera án tónlistar þar sem að eins og allar persónuða vildu sko blokka út í salin. Þetta skiptast á að gera það. Þetta er alveg svolítið svo við viljum bara tala beint við eitthvað svona við fjöldan. Hann er náttúrulega líka alltaf að leikstýra óperum úti og hann er ekki gert að hér ennþá. Nei og svo það voru einmitt, það hafa verið svona leiksýningar eins og X trílógían bara langir mónulókar mann eftir og rosalega vinsæl Jim Cartwright gerir þetta til dæmis, hann var rosalega vinsæll á Íslandi í 10. áratugnum Stræti og Taktulagi Lóa og Stone Free og eitthvað, þetta er bara einleik eintöl, þetta er ekki samtöl það er eiginlega ekkert samtal fullt af leikurum á sviðinu, þeir bara fara með eintöl.
En tölum þetta, því að þú lendir í þessu vandamáli, Salka, að þú ert með 3 persónur sem að öll eru skrifað fyrir sömu röddina og það er sama manneskja sem leikur það og þú ert að búið til leikhúshús. Já, þetta var áskorun, sko. En á sama tíma, þú veist, þá hugsaði ég líka, mér finnst það samt bara skemmtilega áskorun líka út af því að, sko, það er líka svona smá, ég held að Dísa, þú veist, líka það er rosalega auðvelt að vinna með því. Þannig að hún er rosalega til í allt þetta og þau svo hleypur þú undir sviðið eins og þú getur og kemur upp syngjandi og gerir þetta og þá segir hún, þá er hún alltaf bara eitthvað, þú veist, og er náttúrulega fárlega professional og en náttúrulega, þú veist náttúrulega hvað varst úti í Þýskalandi, þú veist, og ég hugsaði alveg, þú veist, og svakalega svona performer myndi maður segja söngvara, sem að stundum annmarki á söngurum að vera það ekki. Ég er ekki að reyna að sleikja Dísu neitt upp, sko, menn þegar ég held að eru mjög fáir sem hefði getað gert þetta, sko. Ég held að allir tekið eftir því. Já, þannig að það var alveg stór faktor, en við fundum samt að svona praktist með hvað við vildum gera, sem var að mér langaði bara til að búa til rosalega sjónrænan heim, vegna þess að bæði, sko, mér finnst textinn svo skýr að mér fannst, margar svona tilraunir til þess að reyna einhvern veginn að láta eitthvað leika það sem er svona beint einhvern veginn bara mér flatar og einhver leiti er ég svona mjög hrifin af abstrakt núna, sérstaklega svona tímum sem eru á tímum sem eru, hvað maður að segja, svona það sem að raunveruleikin er mjög er orðin ofraunverulegur, þá held ég að þú veist að alveg svo, þú veist, ég fór að hugsa svolítið data, þú veist, datahreyfinguna sem spratt upp eftir, þú veist, seinni heimsstyrjöld, eða þú veist, eftir heimsstyrjaldir og hvernig það er alltaf surrealismi eða data eða eitthvað svona abstrakt sem að fólk leitar í og ég var sjálf svona í svona smá burnout, þú veist, ástandi að einhverju leiti bara út af eiginlega ástandi í heiminum og þessari vinnu menningu sem er í gangi í, sko, ekki síst í sviðslistaheiminum og örugglega listheiminum, ég meina hér er þetta reyndar út allt, þá fór ég að hugsa svona hvernig getur við sett þetta upp einhvern veginn þannig að það sé þannig að við mætum ekki inn og erum alveg bara akkurat, við erum í hamstrahjóli og þú veist, þetta var aldrei að fara að vera realist, þannig að mér langaði einhvern veginn að fara einhverja aðra leið að því og sá einhvern veginn strax fyrir mér að þarna var hægt að búa til eitthvað svona mjög sjónrænt verk og í samtali við Guðný Hrund Sigurðardóttur, leikmynda og búningahönnuð sem að ég hef unnið svolítið með og vissi að þú veist, bara leiði mér að segja bara eða metna fylgstu leikmynda og búningahönnuður á Íslandi, skilurðu að hún myndi vilja fara alla leið, þú veist, með það. Þannig að við einhvern veginn ákvaðum að leyfa okkur að reyna að gera mjög sjónrænan heim, þrátt fyrir að vera, þú veist, í kassanum, þú veist, að gera sjálfstæða uppsetningu fyrir eitthvað lítið budget í rauninni, að vinna úr því þannig og nota þá til að túlka þessar 3 persónur, þá þurfti í rauninni hún að breyta alveg útlit, sko og settum og drottningin er náttúrulega mjög svona sjónrænt, ég meina hún fer alla leið í sínu og en móðurinn er einhvern veginn, þegar ég las móðurina þá fannst mér hún svo svona næstum ósýnileg, næstum ég svona einhvern veginn svona eins og svona einhver vofa eða gufa eða eitthvað, þú veist, einhvern veginn hún næri ekki, hún talar en hún er einhvern veginn alltaf rosalega svona, þú veist, passív og aftengd að einhverju leiti líka, sko, og föst. Þannig að við vorum búin að sjá einhvern glugga inn í kassanum sem er gluggi að sem er skjávarpi og Guðný kom með þá hugmynd að þetta er móðurinn bara föst inn í glugganum og þá hugsaðu hvernig gerum við það og fórum að leika okkur með sko vídeo á gluggan og hún myndi syngja yfir en mér varst alltaf mjög ákveðið að þú veist allt er þið sungið live af því að ég sjálf mér finnst ógeðslega leiðilegt ef það er eitthvað á bandi eða eitthvað söngur eða eitthvað þú veist það er alveg nóg í óperum sko verki, það er alveg nóg í óperum
Já, það er nóg óperum, ég veit neina óperureglur, en mér fannst allavega þú veist, það er alveg mjög mikilvægt og svo svona sá effekt sem kemur, sem að þú nærði eiginlega svona aldrei 100% að fylgja, þú veist, þegar þú horfir á myndband og einhver syngur yfir það, þá nærði aldrei, þú veist, það nærði aldrei að vera 100%. Mér fannst það passa við móðurina, þú veist, mér fannst alltaf vera aðeins svona, hvað maður að segja, svona einhvern veginn að lagga eða ekki í tengingu við það sem hún var að segja því hún er föst í þessu hamstrahjóli og kemst ekki út. Þannig að við leystum það þannig að hún er raunin á myndbandi og drottningin og dótturinn eru þær sem eru sko höld á blóði á sviðinu. Þannig að það var svona lausnin en hefði aldrei gengið samt sko, þetta er svo margar skiptingar nema því að Dísa sko það spretthlaupum hérna upp og niður stiga. Já, það er stanna fyrir aftan. Þegar maður er þarna inni þá hérna svona rammi sögunar og aðgreining persónuna og hvað persónuna segja að það hérna, ég náði ekki alveg svo bara fekk ég mér þessa bók og lasna og þá svona opnast þetta, ég myndi hvetja fólk til þess að lesa þetta áður en þú mátt bara gera það sem þú vilt en því að til dæmis talandi óperur að þá þekkir maður yfirleitt sko söguþráðinn og þekkir verkið áður maður fer og ég hef veit að komin einhver hérna kynnslóð sem er alltaf hrættum að verið spoilað ykkur sko, vill ekki vita hvernig Hamlet endar, ég er ekki þar sko, mér er bara fínt að vita meir og minna hvað sagan er, þannig hittir maður eiginlega flestar sögur, það er svo hugmyndum að maður megi ekki vita eitthvað áður, ég myndi hvernig fólk þess að lesa þetta og þetta er náttúrulega frábær texti, hérna ég get sagt það við Kristínu sem ekki er hérna þetta er ógeðslega skemmtilegt Já, þetta er alveg magnaður texti og einmitt, fólk getur, þú veist þetta er ótrúlega svona innan úr svona deginum einhvern veginn þetta er svona, þetta er bara sprottið einhvern veginn upp úr malbygginu einhvern veginn Já, það er alveg hérna við getum alveg staðfest að það var bara margt í vinnuferlinu sem að svona birtist okkur sko sem að rataði þarna inn bara eitthvað sem við heyrðum í fjölmiðlum og hérna auglýsing starfsauglýsing frá Reykjavíkurborg eftir verkefnastjóra verkefnastofu og einmitt hún rataði þarna inn í einhverjum brotum Já, akkurat þessi hérna það er í starfsumhverfi hérna, krefjandi verkefni í faglegu starfsumhverfi það er það sem allir þrá auðvitað en þetta er sko af því það er einmitt, það er ekki textað og þetta er ekkert þetta er einhver svona heimur sem þú gengur inn í og þú náttúrulega situr ekki, þú veist, í sætinu eins og fólk er líklega vant í óperu, þú veist að það sitji bara og sé einmitt hérna með textan og allt þetta því að sko mér finnst erfitt að hafa sko texta á sviði, sko sérstaklega því það er svo mikið að gerast sjónrænt og Dísa er að túlka svo mikið að frá því að heyrði sko Dísu syngja á einhverjum fundi, þú veist, það sem að við vorum að prófa okkur eitthvað áfram og hún er svo skýrmælt að ég hugsaði svona jafnvel þó að þú veist, auðvitað hljóðfærin koma inn í og maður nær kannski ekki 100% öllu en mér fannst mikilvægt að það væri ekki svona, þú verður ekki alltaf að gjóa augunum á texta. En svo er oft í óperum. Já, mér finnst persónulega mér þreytandi. Sem er með þetta í sætinu fyrir framann, ég man ekki hvað það er. Já, það er í Berlín til dæmis. Já, í Berlín og New York held ég einhvers staðar. Mér finnst betra að hafa þetta upp á sviðinu. Já, betra að hafa þetta upp á sviðinu. Mér finnst erfitt alltaf að gjóa augunum. En þú veist að sarka sumir lesa textan, aðrir ekki og fólk gerir bara það sem að vill. Þú þarft ekki endilega að stýra því hvað ég geri. Nei, ég er að segja það, en þú veist, en ég akkurat hugsaði bara, þú veist, fólk má bara, þú veist, alveg missa af einhverjum setningum og síðan getur það bara að skoða þetta eftir á eða vill. Eða fyrir, mér finnst það reyndar, þú veist, ég er ekki að segja að sko það fari, ég hlusta á þetta sem bara músík, menn ég var hann inni. Já. En svo opnast bara svona, maður fær svona aðra grind og skilning þegar maður sér texta með. Já. Og þannig er það, þannig held ég að sé bara við allar óperur, sko. Þannig er bara óperur, sko. Mér finnst einmitt galdurinn við óperuna er að það er eiginlega saman að hlustar ofta á góða óperu, þú uppgötar eiginlega alltaf eitthvað nýtt og það er, maður getur ekkert of undirbúið sig, það er engin spoilerar, það er, þú heyrir alltaf eitthvað nýtt eða skilur eða bara hlustar, heyrir nýja fegurð eða eitthvað, það er, má alveg koma aftur og aftur og það má alveg þekkja músíkina og það má endilega lesa textan og kynna sér hann og ég mér þess að sjálf ef ég fer í óperu
sérstaklega sem ég þekki ekki eða líka sem ég þekki, ég rifja oft bara upp textan bara til að ég sé ekki að ofhugsa á meðan ég að njóta hvað fara að gerast núna, hver þetta ef ég veit að þá bara nýti þess en þá betur. Það svo þarf maður ekki að hanga á textanum sko. Nei, nefnilega ekki. Þú sér maður bara, hún er sorgmætt. Þannig að maður sé ekki að miskila eitthvað sko. Það þarf ekki að hanga okkur einu orði sko. Nei, og ég held líka bara að einmitt þegar maður upplifir listviðburð í fyrsta skipti að maður nær aldrei öllu 100% og bara þegar maður frumlesa einhverja bók, maður nær aldrei öllum, þú veist, hugurinn reikar alltaf eitthvað og svona þannig að það er ekki... Og það er bara allt í lagi. Nei, já, bæði er það allt í lagi og svo er mitt líka þetta melta aftur og að það getur bara bætt einhverju við. Sko. Bara þetta með 3 persónur og einn leikari, myndi þetta virka ef það væru 3 persónur suðinu? Það bara verður allt annað. Þá hefði bara orðið mitt annað verk. Sko. Þá hefði Stína líka kannski skrifað öðruvísi. Þá getur verið með meiri díalóga og þá ertu með allt aðra sýningu í höndunum í rauninni. Kannski kemur það seinna. Þessi texti geta alveg verið settur upp. Sko. Og óperan, þú veist, hver veit að þetta verið klassík og verður bara sett upp. Bara nú er það 3 Já, repertórstík. En Herdís, hvernig er að syngja þetta? Mér finnst það alveg rosalega gaman. Maður sá það reyndar sko. Já, gott. Þetta er áskorun og tekur orku en maður finnur ekkert fyrir því á meðan. Ég var svona, maður er svolítið þreyttur í kroppnum og eftir búningarnir eru ekki léttustu búningar í en nei, þetta er alveg ógeðslega skemmtilegt. Ég líka mjög heppin með þau 3 teymið álfana mína sem eru með mér á sviðinu að spila, þau eru æðisleg og bara allur hópurinn þetta búið alveg rosalega skemmtilegt ferli og það er náttúrulega algjör draumur að koma og syngja á íslensku. Mér finnst það alveg stór pluss. Ég er búin að vera í 17 ári í Þýskalandi og það er allt annað að koma heim og syngja. Hver er munurinn? Sko, mér finnst náttúrulega bara að vera fyrst að syngja móðumálinu er alltaf eitthvað annað, það er eitthvað önnur tenging og ég þarf ekki að byrja að þýða hvert einsta orð og líma einhverja þýðingu inn í heilan á mér en svo er bara mér finnst bara gott að vera á heimaslóðum. Já. Svo er þetta náttúrulega nútími líka, ég býst á að syngja mikið gamalt. Einmitt, og mér var svolítið gaman að koma heim og fólk er svona hissa að því fólk er búið að setja mann óperusöngkonuna í einhverja skúfu maður er komin í einhverja skúfu náttúrulega sem einhverja óperusöngkona og fólk svolítið hissa maður sé að gera eitthvað svona en ég er búin að vera að gera þetta út í Þýskalandi var náttúrulega mest í þessu þegar ég fór að læra einmitt 2006 eða eitthvað svoleiðis fór ég til Berlínar já, einmitt og þá var ég rosalega mikið í svona stúdendaverkefnum ég var að syngja óperu í súpermarkaði og Pelleas og Melisande og þá var ég með íslenskan texta inn í því og það var Herbert Grönemeyer músík og alls konar samsettar óperur og blöndu listform og óperan er ekki þetta háheilaga listform óperan er svo stórkostlega að þú mátt eiginlega gera hvað sem er og það er rosalega gaman að koma hingað og sjá að senan hér er aðeins að taka við sér í þessu líka. En auðvitað ég sakna íslensku óperunar mikið og að fá ekki að sjá svona stórar uppfærslur hérna líka því maður vill auðvitað hafa allan skalan. Já, mér finnst þess að þú veist, mér finnst það svona alveg skín í gegn, þú veist, í bæði, þú veist, tónsmíðanum og söngnum hjá Dísu, þú veist, að það er einhver áhrif frá þessu þessari samtímaóperu sem er svo risastór á meginlandinu og mér finnst ég ekkit endilega á hverjum degi eitthvað sjá nýjar óperur auglýstar hérna á Íslandi og mér var svo gaman að fá að gera þetta af því að þetta er óslega skemmtilegt listform og því að ég meina tónlist er náttúrulega svona, er æðsta listformið sko að mínum mati sko það er óslega gaman að fá einhvern veginn að blanda þessu saman og ég svona fór eiginlega að hugsa bara svona af hverju það er ekki meira og vonandi gerist það náttúrulega þú veist, núna bara í samhengi við það að fólk er að gera ólíka hluti og það er gróska og allt þetta en já, mér finnst það gaman að sjá einhvern veginn, þú veist, hvað Þórunn og Dísa koma með
svona ferska strauma sko, hingað. Tónlist og leikhús, það ég held að sé reynsla margra sem setja upp óperur. Að það þú getur gert það svona sem leikhús. Svo kemur svona tímabil þessum að tónlistin mætir og þá svíkja söngvarnir þig sem leikstjóra og bara það komið annar. Það getur verið rosalega flókið og erfitt verk að ná þessu sko að falla saman af því að það er oft sem að leikstjórinn kemur úr leikhúsinu og er með eitthvað. En mér fannst eins og heldist þetta svo gaman að performa þessu að ég get ekki ímyndað að það verið vandamál þarna, að þetta gerist. Þetta er alveg algengt, en það fer líka mjög mikið eftir karakterinum sem eru að vinna saman. Allt þegar sögur að byrja að syngja þá hættir maður að leika. En maður hefur líka lent í leikstjórum og heyrt alls konar sögur óperuleikstjóra. Það var einn víst óperuleikstjóri, ég upplifði hann ekki sjálf, en vinir mínir og kollegar upplifði leikstjóra sem mætti og hann var bara með textan úr svona geisladiska búkletti og hann stöðvaði á fyrstu æfingu alla bara söngvarana, hvað er það að gera? Þið er ekki bara að syngja saman, hér stendur nafnið þitt og svo þessi, þá er þetta kvintett og allir voru að syngja saman en hann neitaði að, þú veist, fólk er á svo mismunandi levelum. Já, kom bara inn að sína bara. Já, hann held að fólk ætti að syngja sig ykkur lagi, bara þetta ekki óperu, en þetta er þá spyr ég því að þú segir þetta að því að Salka hefur þrisvar talað að hún viti volítið mótur hvernig gæti hún logið þessu saman einhvern veginn? Það var bara einhvern veginn ekkert mál hún var náttúrulega bara líka opin með það og spurði bara, en það var heldur ekkert þetta er náttúrulega lítill hópur og allir mjög þægilegir í samstarfi, en það var aldrei neitt vandamál, þannig ég held ekki. Það var kannski ekki, þú veist, ég fann alveg fyrir því að fólk vildi vera í tilraunamennsku með þetta form. Þannig að mér fannst ekki eins og, þú veist, ég er alltaf mjög ofið með þegar ég ger eitthvað í fyrst skipti, sko. Ég veist, ekki, þú veist, starf leikstjórans er eiginlega bara svona að hlusta og síðan, þú veist, fara að einhverju næmni í, þú veist, hvað verkið þarf og, þú veist, og þjóna verkinu, þú veist, ég er allavega ekki, ég held ég, þannig leikstjóri sem hefur gaman að því að koma inn og að segja öllum hvað ég veit mikið, þú veist. Já, það var náttúrulega, nei, einmitt, maður er bara þarna að hugsa lausnamiðal. Já. Það er miklu meira það. Já. Það er einmitt leiðilt að vinna með leikstjórum sem að vilja bara setja sitt konsept ofan á verkið og koma sín og framfæri og þá er ekkert samtali í gangi, en þetta var alltaf samtali allar áttir. Bara algjörlega, ég held nefnilega það má alveg koma fram líka að sko sjónræni þátturinn hafði líka áhrif á mína vinnu. Algjörlega. Þetta var ennþá í mótun og meðan þetta er allt í mótun í samtali á öllum póstum. Það er bara leikmynd og búningar og lýsing og allt. Þetta er allt þegar allt er í mótun og samtalið er mikið og öflugt og það er líka bara mikið traust. Ég held að það hafi líka alveg verið lykilatriði í þessum hóp. Það ríkti ótrúlegt traust, held ég, á mörguleiti og þá hefur þetta allt áhrif hvert á annað, sko. En að þú hefur þurft að svona keyra músíkin aðeins upp til að mæta þessum búningum? Það lá við að ég fengi áhyggjur sko þegar ég sá hvað búningarnir voru að verða flottir bara, tónlistin er bara ekki eins flott á búningarnir þetta bara gengur ekki. Það er plastbúningur sem kemur rétt undir lokin, ekki brúðar, hann var hittur að vera svolítið þungur þessi búningur, ekki? Já. Ég hef alveg haft ágjör að Dísa sé með harsperur. Ég var með harsperur allir síðustu viku, en það er alltaf. En að því við byrjuðum að tala að þetta væri kvenna, þetta sem við erum að tala núna samvinnuna og þú ert að vísa í einræðisherran leikstjóran sem að kemur fram með sínar hugmyndir og veðurinn í úlingaherbyggi allir gerir eins og hann vill. Er þetta svona kvennastjórnun í þessu samvinnu? Vá, þú voru að spyrja strákana. Já, ég meina, þú veist,
það er alveg munur á orku, þú veist, í einhverju, en mér finnst það samt oft vera frekar kynslóða eða svona hýrarki, eða þú veist, í minni reynslu þú veist, mér finnst oft frekar að ekkert endilega að fara eftir, þú veist, kyni heldur, en ég meina, þú veist, það getur alveg gert það, en þú veist, það líka oft að vera bara svona spurning þegar að einhver stjórnandi langar að halda rosalega fast taumana og er í litlu trausti, þú veist, mér finnst það miklu frekar og kannski eru konur oft bara, þú veist, búnar að pæla í þessum valda struktúr meira, skilur. Já, ég hugsa þetta geti verið hvort kyni sem er. Já, einmitt. En ég allavega í þessu tilfelli, þú veist, þá vorum við alveg að vinna með það, þú veist, að leyfa okkur að vita ekki allt og vera í smá flæði, þú veist, með hvernig hlutinir myndi verða og þannig mótaðist, þú veist, einmitt oft tónlistin af leikmynd og búningum og öfugt, sko. Já. Þannig að það var alltaf skemmtilegt að það gæti þróast svolítið samhliða, sko, þó að væri þetta eitthvað svona grunnur, af því að það er einin svona fastin sem við vorum með á textin, þú veist, frá byrjun, þú veist, það var eina svona sem að við vissum, þú veist. Það var eina sem var endanlegt. Sem var endanlegt, allt annað var svolítið í flæði, sko. En ég veit ekki hvort að, já. Salka, Herdís og Þórunn, bara takk fyrir sýninguna. Takk fyrir komuna yngar. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur og takk fyrir komin á sýninguna. Við ætlum að sitja áfram hér við Rauðaborðið og reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.